lag Kimaðs. Við ætlum að fjalla hjólreiðar í lok þáttarins sem að verða vinsælli farar kostur hér á Íslandi. Mógens Markússon verður með okkur þar. Ólafur Káur Guðmundsson bílasérfræðingur okkar og kennir okkur að keyra miðbik þáttarins, hvernig til dæmis að halda stýri svo vel sé. Guðrún Antons og Ásdís Ósk Valsdóttir fasteignasérfræðingar okkar og fjalla markaðinn eins og hann blasir við þeim þessi dægrin þegar við erum að mörkum júlímánaðar og ágúst þegar allt byrjar á nýjan leik. Júlía Sif Ragnarsdóttir veganisti og verður gestur okkar hér miðbik þáttarins og segja okkur það hvernig að borða allt annað en mjólk og kjöt og fisk. En við ætlum að byrja á arkitektúr og breyttum húsakosti á Íslandi. Hlédís Sveinsdóttir sést hjá mér eftir andartak. Kíkjum yfir fasteignamarkaðinn hér eftir skamma stund en ætlum að byrja á arkitektúr sem hefur stundum verið umræðuefni okkar hér í þessum heimilisþætti. Sest hjá mér Hlédís Sveinsdóttir, arkitekt sem þekkt af sínum verkum hér í Reykjavík og víðar land. Vertu velkomin. Við ætlum aðeins að kíkja á þær breytingar sem að gerast í arkitektúr hér heima á Íslandi. Það ákveðin deigla í þessum efnum sem áberandi og krafan minni húsnæði orðin mjög áberandi, eða hvað? Já, það gríðarleg vöntun á íbúðum í dag. Náttúrulega eftir hrun þá nánast stoppaði uppbygging íbúða og verktakabransin og arkitektabransinn. Svona fór í hægagang, getum við sagt. Og hvað heldur að vanti núna af íbúðum bara umfram framleiðslu? Það vantar, væntanlega myndi ég telja, kannski 1500 á ári umfram það sem verið að framleiða. Svona það talað kannski að það sé verið að framleiða 2000. Ég held að það sé kannski svolítið of áætlað. En þörfin gæti verið allt upp í 3.000 til 4.000. En af hverju verið að byggja of fáar íbúðir? Það kemur náttúrulega til að því að bankarnir hafa breytt áherslu. Og fjármögnun miklu erfiðari heldur en var. Og sérstaklega þá í svona verkefni. Og það kannski það sem að snýra verktökunum. Og einnig það að byggingarreglugerðin eins og hún var samþykkt og hefur reyndar færst eitthvað aðeins aftur tilbaka í fyrra horf, gerir stífari kröfur, þannig að allt í einu byggingarkostnaður orðin bara nánast á pari við sölu og hagnaði og að nota verkinu. Ræðum aðeins það vegna þess að byggingarreglugerðinni henni var breytt í átt að harðari tilmælum, ef svo má segja, og skilmerkilegri kröfum heldur verið hafði, til dæmis með hurðarstærðir, gangastærðir og einangrun og annað í þá veru. En svo var henni kippt aðeins tilbaka vegna mótmæla dýrari húsnæðiskostnað og byggingarkostnað. Erum við, Hlédís, kaþólskar en páfinn í þessum efnum? Við búum að sjálfsögðu í köldu landi þar sem rignir úr öllum áttum og allt getur lekið við aðstæður sem við þekkjum ekki fyrir. En erum við strangar en á þarf að halda? Já, ég held við séum bara svo góðu vön. Og við erum vön því að búa í allt of stórum rýmum með það sem við þurfum. Og það hefur verið krafan undanfarin ár. Og þessi reglugerð kannski færir sig í það átt, gerir stífari kröfur stærð rýma og einangrunargildi sem reyndar af hinu góða. Það kannski það í reglugerðinni sem kannski eitthvað sem ekki óþarft, en stærð rýma klárlega má endurskoða og aðgengismál, kröfur aðgengismál. Þannig að ég held að þetta hafi svolítið með að gera þetta góðæri sem við höfum búið við bara síðustu 50-70 ár. Allt hefur í rauninni verið í bullandi uppgangi þótt að það komi einhverja sveiflur niður hér og þar. Miðað við annars staðar, þá erum við bara góðu vön. En hvar má lina á kröfunum ef við ætlum að færa byggingarreglugerðina aðeins að veruleikanum sem blasir við núna? Hvað þarf að laga í byggingarreglugerðinu helst og skýrast? Ég vil sjá bara þróun á einhverjum skemmtilegum fjölbýlishúsum með litlum einingum, bara niður í 50 fermetra einingar. Það sem arkitektar geta leikið sér með færanlegar innréttingar, það sem hægt að minnka og stækka rými, opin rými, jafnvel eitthvað loftað sem leyfir svona svefnloft uppi. Það sem hver fermetri nýttur, en gefur fólki færi á þessum livingsstandard sem
sko flestir vilja búa við. En ég held sko að sem sagt, nýja unga kynslóðin gerir kröfur þetta. Fólk vill kannski minna sjá stóru einbýlishúsin. Það vill ferðast meira, meiri frítíma. En kannski hefur svona, leggur minni áherslu á þetta veraldlega eða þetta efnahagslega. Sem að við kannski höfum upplifað í botn fyrir 2007. Og þessi sko eilíðar garðvinna allt sumar á enda kannski ekki alveg fyrsti kostur hjá unga fólkinu í dag. Nei, það það ekki. Sko. En sérðu þetta gerast á næstu misserum og árum að það komi þá fleiri fjölbýlishús af þessu tagi þar sem verið að huga svona að fjölnota færanlegum einingum? Já, ég vona það og ég meina það má líka svona endurskoða ákveðin svona hvernig fólk býr. Í Danmörku verið að gera alls konar tilraunir með sko partur af rýmunum séu sameiginleg. Eins og stærri eldhús og fjölskyldur elda saman og stórir garðar í miðjunni sem allir hafa afnot af, svona svolítið eins og var gert í verkamannabústöðunum. Og svolítið skemmtileg pæling, sko. Þetta að koma aftur? Ég myndi vilja sjá þetta koma aftur, en ég veit bara ekki alveg hvort Íslendingar eru til í þetta. Við erum ekki alveg eins og Danir, sko. Við erum svolítið sér á báti. Við erum svolítið svona góðu vön, eins og ég segi. En samt heyrir maður þetta á fólki, það ber sig að vera að stofna félag hér á Íslandi smáíbúðir eða minni húsnæðiskost en verið hefur. Það komin krafa hjá unga fólkinu í dag að slá svolítið af svona þessum standard, þessum stöðlaða hugsunarhætti sem var hér við lýði lengst af síðustu aldar og alveg fram á þessu öld. Já, algjörlega. Ég held að þessi kynslóð sem að koma inn, þetta svona svolítið spennandi að fylgjast með hvort tekst að svona breyta aðeins þessum hugsunarhætti og búa til flotta hönnun og flott rými sem eru svolítið öðruvísi og bjóða upp á svolítið öðruvísi svona lífsform, getum við sagt. En þegar kemur að hönnun á sjálfri íbúðinni sem þú ert að vinna í dagstaglega, eitthvað að breytast þar? Sko krafan stóra svefnherbergið, hún að víkja fyrir svona meira alrými sem þá svona einhver sameiginleg vinnustaða, stofa, eldhús, hól? Eitthvað að breytast í sjálfri gerð heimilisins? Sko ekki eins og Nei. Við erum ennþá svolítið föst í þessum gamla hugsunarhætti og þær íbúðir sem verið að framleiða eru bara eiginlega copy-paste af því sem var gert og hefur verið gert undanfarin ár og fyrir hrun. En íbúðir hafa eitthvað minnkað en samt ekki niður í þessar stærðir sem að ég myndi telja að sko sé gríðarlegur markaður fyrir. Og það þarf að fara að svona endurhugsa það svolítið. Ég sé fyrir mig til dæmis að tími sjónvarpsherbergisins sé eiginlega liðinn. Hann algjörlega liðinn, sko. Það bara iPad og allt færanlegt, sko. Þannig verður þetta. Þannig að þetta alltaf að verða svo móbæl og þar að leiðandi nánast eins og sko íbúð gæti verið einn geimur með bara mismunandi svona stemningu í hverju horni. Og svo sér maður líka þessa aukna kröfum að aðgangur að skóðum svölum orðinn mjög mikilvægur til að grilla og vera þar með svona ákveðin part af eldhúsaðstöðunni, að góðar svalir eru kannski að taka við af hinum hefðbundna garði. Gæti verið, en við sjáum það nú samt á Íslandi og bæði í dag og áður að þú ert með svalirnar og svo kemur að því að þú lokar þeim með þessum fallegu gler panelum. Sem maður sér allan bæ. Já, og þá ertu búin að missa beautyið í svölunum og komin með eitthvað rými sem kannski illa nýtist og endar sem eitthvað geymsla. Þannig að ég veit það ekki, þetta hefur aldrei alveg virkað í svona litlum íbúðum, að því fólki kannski vantar aðeins meira pláss og þá farið í að nýta svalirnar, sko.
Að lokum Hlédís, menn tala náttúrulega mjög mikið sko viðhald og endingu húsa á Íslandi og sitt sýnist hverjum í þeim efnum. Það farið að tala sko viðhaldsfríar íbúðir. Það náttúrulega að koma alls konar efni til söguna sem eru betri en þau sem voru hér fyrr á öldum, eðli málsins samkvæmt. En eru komin það góð efni sem standast svona íslenskar veðuraðstæður? Sko ef að hús rétt uppbyggt og rétt frágengið á verktakans hendi og rétt teiknað, þá standast þessi hús íslenskar aðstæður mjög vel. Og enda sjáum við hús, þú veist, ég hef unnið mikið með Guðjón Samúelsson, viðbyggingar og ofanbyggingar. Þetta eru hús sem sko standast í dag og muni standast eftir 100 ár. Og það sem mikilvægt bara þegar byggt, þá erum við ekki að byggja til næsta mánaðar eða næsta árs. Við erum að byggja til framtíðar. Og þetta eru verk sem að sko standa fyrir allra augum, okkar kynslóðar næstu og eftir og þar næstu og móta það sem við sjáum á hverjum degi. Og mér finnst svona stundum eins og fólk átti sig ekki á því hvað gríðarlega mikilvægt að gera þetta vel. Bæði hönnunarlega séð og sem sagt bara útfærslu og byggingarlega séð. Og þessi hús náttúrulega eiga að standast veður og kröfur hvers samtíma fyrir sig. Vera flexible, ég reyni ofta að hugsa þannig í mínum verkum að hvað gerist eftir 50 eða 100 ár, hvernig hægt að breyta. Og ég hef verið með verk sem ég hef breytt sem eru frá öðrum frá því 1930, 40 og maður tekur og breytir yfir í eitthvað sem virkar í dag eins og húsnæði CCP sem að sko byrjaði sem hraðfrystihús og í dag bara hátækni leikja samsteypa og það gríðarlega mikilvægt að í hverju verki sé hugsað til framtíðar. Þetta ekki eitthvað sem yfir á morgun. Sko. En eru þessi nýju efni sem við erum að sjá sko víða utan á húsum í dag sem eru mikið tekin greinilega, alls konar svona viðhaldsminni efni sem eru sett utan á heilu og hálfu húsin. Reynslan góð af þessum efnum almennt? Ekki öllum, en náttúrulega við getum, sko ál breytist ekki ef það rétt samsett og frá réttum framleiðanda. Og sitt sýnist kannski hverjum með það, þú veist, að nota ál yfir í íbúðarhúsnæði og svo framvegis. Ég hef séð steyptar flísar sem kannski voru settar upp fyrir 10 árum síðan og eru með úrfellingar og bara algjörlega búin að vera í dag. Þannig að þegar verið að nota svona ný efni, þá kannski veit arkitektin eða byggingaraðilinn ekki alveg hvað gerist ef það ekki komin reynsla. Og það náttúrulega svolítið hættulegt, en þetta þróun sem þarf að eiga sér stað. Og þá kannski svolítið gott að geta skipt út. Já, og kannski gott að spyrja viðkomandi aðila, komin reynsla á þessa klæðningu? Já, ég geri það alltaf, sko, þegar ég að vinna með nýjum framleiðendum. Þá reyni ég að fara sko, bara á netinu út allan heim að skoða þú veist, hvað þetta búið að vera lengi, hvað hefur þetta verið sett upp, hvað reynslir komin. Ég hef unnið með verkfræðingum líka að því að svona testa efni sem hefur verið að nota svona á þannig hátt sem frumkvöðlar. Og að því að eins og ég segi, það ekki aftur tekið ef eftir 10 ár þarf að skipta út klæðningu á heilli blokk. Og kostar sko arm og legg eins og sagt Hlédís, bestu þakki fyrir að koma að deila með okkur þessari þekkingu þinni af arkitektúr. Ég kannski fæði þig hingað í heimilisþáttinn síðar á þessu ári þegar veturinn skellur á, en við ætlum að fara yfir fasteignamálin hér eftir andartak með Ásdísi Ósk og Guðrúnu Antons. Hlédís Sveinsdóttir búin að yfirgefa okkur að sinni talandi breyttar þarfir í húsnæðismálum, en þá förum við yfir í fasteignamálin. Þeir sérstaklega hjá mér Ásdís Ósk Valsdóttir og Guðrún Antonsdóttir, fasteignasalar með meiru, og við ætlum aðeins að renna yfir markaðinn og fjalla kannski fyrst þessa svona breyttu mynd sem blasir við að einhverju leyti, og svo ætlum við að fjalla nýstaflega leiðir til að selja og kaupa
fasteignir og lokum að kannski að kíkja aðeins yfir stöðu markaðar eins og þetta blasir við okkur núna í júlí, kannski einna sísti sölumánuðurinn og kaupendamánuðurinn á árinu, eðli málsins samkvæmt, en svo fer þetta vantilega allt af stað núna að lokinni verslunarmannahelgi. Ásdís, aðeins orð Hlédísar varðandi svona nýjar þarfir á húsnæðismarkaðnum. Það ekkert endilega allir á því að það séu stórkostlega breytingar í farvatninu. Það ennþá svona sömu merki þess að menn byrji smátt, fari í stóra og endir í litla. Aðrir segja að þeir vilja komast strax í íbúðina sem þeir geti verið í til nánast æviloka og enn aðrir að tala að þeir vilji búa í borg en ekki sveit og svo framvegis. En ekki ennþá þannig að það öll breiddin til staðar? Jú, algjörlega. Málið að þegar þú 25 ára, þá ertu ekki kannski alveg búin að skipuleggja lífið til 95. Það svo margt sem gerist. Ég meina að þegar þú 25 ára, þá kannski ertu ekkert búin að sjá fyrir og munir eignast börn, mennir því ekki. Þannig að fara að kaupa sér íbúð 25-27 ára sem á að passa þínum þörfum út að ævina, það bara gengur ekki. Það ósköp rómantískt. Svo kannski bara allt í hitri konu, hún á 2 börn og þið eignast 3. Þá þarftu bara eðli málsins samkvæmt að stærri fasteign. Þannig ég held að það sé rosalega erfitt að skipuleggja lífið út af æfina, ég held að það sé bara leiðilegt. En svo segja aðrir, Guðrún, að breytingin sé þessi að stóru íbúðurnar, þar sem börnin voru hvert inn í sínu herbergi, í sínum tölvuleik með sitt sjónvarp, enginn hittist nema kannski bara einu sinni á dag, allir á sínum stað, að þessi svona félagsmynd sé að breytast, fólk vilji aftur komast á einhvern svona eitt stað í íbúðina þar sem allir eru sjónvarpsherbergin séu að víkja vegna þess að allar þessar þarfir hafa breyst svo mikið. Staðan held ég sé svolítið mikið í dag. Þetta samt munstrið að allir krakkar eru í sínu herbergjunum með sínar tölvur og svoleiðis. Ekki að ég vona innilega að þetta verði breytt þróun, að við getum farið aftur að fara að borða saman við eldhúsborðið og mynda svona meiri fjölskyldustemningu, en krafa sér herbergi held ég mun aldrei breytast. Og þetta krakkar vilja stærri og stærri herbergi í dag. Og þessi umræðum að fara í stærri eign, ég held að það sé vilji margra að byrja stærra, fara ekki í 2 herbergja, vilja fara í 4 herbergja og að hugsa til framtíðar. Málið kannski að það bara ekkert val að gera það. Þetta eru dýrar eignir og þú verður að byrja einhvers staðar og það ástæðan fyrir því að 2 herbergja íbúðir eru með stærsta markhópinn á landinu, ennþá. En höfum við einhverja fyrirliggjandi ástæðu fyrir því af hverju Íslendingar hegðum okkur öðruvísi heldur en til dæmis aðra Norðurlandaþjóðir, Hollendingar, Þjóðverjar, þessar þjóðir sem við viljum helst og mest bera okkur saman við, þær virðast vera nægjusamari þegar það kemur að húsnæði. Það ekki þessar 30 fermetra barnaherbergi, það dæmi það hérna í eðlilegum einbýlishúsum á Íslandi að hafa 25-30 fermetra barnaherbergi. Já, ég heldur reyndar að með að barnaherbergi sé kannski gott barnaherbergi í dag alveg 15 Þannig ég held að 30 sé átökunni sem luxus. En svo náttúrulega bara, þú veist, ef þú berðir okkur saman við hinar þjóðirnar, þá erum við kannski með 7 frábæra daga yfir sumarið. Þannig að við þurfum bara betra húsnæði. Þú veist, við þurfum bara að geta verið inni hjá okkur á bara 17. júlí. Við erum að kannski lifa eina vikuna. Já, ég að segja það. Þetta vikan. En þú veist, það ekki þannig að þú getur bara verið úti til 10 á kvöldin og notið þess kannski 6 mánuði á ári. Þú bara, þannig við þurfum bara hreinlega, við þurfum að hafa betra húsnæði. Okkur þarf að líða vel inni hjá okkur. Það ástæða fyrir þessu. Það ástæða fyrir þessu. Viðfarslega ástæða nr. 1, 2 og 3. En svo önnur breyting sem menn sjá fyrir sér og það ekkert endilega allir sammála því að þessi þétting byggðar sé að krafa fólksins, að fólk vilji, yngri kynslóðar en við erum, krakkarnir sem eru að koma út á húsnæðismarkaðinn, að þeir vilji meira og minna búa í borg, sleppa garði, búa í fjölbýli og hafa þetta einfaldara heldur en eldri kynslóðana við sem bara fluttu með sér sveitin inn í bæinn, allan kartöflugarðinn og með sér garðhúsinn og verkfærageymslur og allan pakkan. Fólk vilja einfaldlega fá að búa í borg, þétt skipaðri borg. Heyrir þessa kröfu, þetta bara í nösunum á fólki? Ég held að sé allir gangur á hvað fólk vil búa. Eins og við talaðum áður, það vil ekkert allir verið í 101, en það þannig alltaf að þétta borgina ef það á að koma fleiri aðilum þar inn og hún náttúrulega líka orðin svolítið þétt út af auka byggingum á gistirýmum. Og það bara gistirýmun á næsta hver einasta horninu í 101 og þörf fyrir því og það allt fullt. Þannig borgin líka svolítið að breytast. Ég meina,
fara niður í 101 núna og labba niður Laugaveginn allt önnur tilfinning heldur og allt annar sko fílingur heldur var bara fyrir 10 árum síðan. Og maður spyr, einhver Íslendingur hérna? Akkurat, og þannig að fólk sem kannski búa erlendis og að koma aftur heim og sem bara ég vil vera í hjarta borgarinnar, ég ætla að fá mér flotta, góða íbúð í 101, fer að labba niður Laugaveginn og heyrir enga íslensku. Þannig að þetta breytt ástæðan. Þannig að ef við ætlum að koma fleiri Íslendingum inn, bara hefðbundnu húsnæðin, þá þarf náttúrulega þéttabyggðin og það náttúrulega gefur augaleið. En ég held að ungt fólk og að fólk vilja svo sem alveg búa alls staðar, það sé bara... Ég held að niðurstaða okkar að þessum partí viðtalsins sé svo að það ekki það alhæfa fasteignamarkaðinn. Nei, alls ekki. En það líka eitt kannski sem ég geti bætt við eins og með Holland og Þýskaland og fleiri. Þar bara tæmir þú íbúðina, þú tekur allt með þér, þú tekur innréttingana, gólfefnin, þú skilar þeim fokhöldum. Þannig að fólk kannski ekki að eyða mörgum milljónum í vöndu gólfefni og flottar innréttingar, því þú þarft að taka þetta allt með þér. Þannig að hérna getur þú svolítið sko notið þess að nostra eignina því að það fer bara áfram til næsta aðila. Skiptum aðeins gír og fjöllum þann þátt málsins sem snýr að kaup og sölu. Júlímánuður, kannski lakasti sölumánuðurinn hjá fasteignasalum eðlimáls samkvæmt og nú fer þetta allt af stað eftir verslunarmannahelgi, ekki bara hjá fasteignasalum, heldur líka bara almennt í öllu atvinnulífinu. Við erum svolítið væri hver á róli í júlímánuði. En maður sér fullt af breytingum þegar það kemur að sölumálum fasteignasala. Þetta allt öðruvísi nálgun gagnvart kunnunum. Menn eru farin að nota dróna til að sýna ekki bara húsi heldur líka göngustíga og svona allt sem við á að éta í kring, skóla, íþróttaaðstöðu og maður getur skoðað svona fasteignir með allt öðrum hætti heldur en áður. Það sem var bara sýnd ein mynd af stofunu og ein af eldhúsinu. Nú þetta allt öðruvísi og á ekki bara fólk að gera þá kröfu í dag að það geti séð húsnæðið með allt öðrum hætti heldur en áður? Jú, að sjálfsögðu. Það er bara sem svo skemmtilegt. Það er bara alls konar tækni í boði. Og ég svolítið spennt, ég að fara erlendis eftir nokkra vikur á svona stóra ráðstefnu. Þá sé ég svolítið hvað kollegarnir út fyrir að gera. Þannig ég svolítið spennt að sjá hvaða nýjungar þeir eru konum með, því að þá tekum maður og aðlagar hérna heima. En þetta sko, við tölum þetta í þætti hér áður fyrir að það allt öðruvísi að sjá íbúðina sína eða húsið ofanfrá með tillit til þess sem allt í kring. Hvað öryggisatriði varðar, hvað þjónustu varðar, hvað skóla, leikskóla og allt varðar. Og að sjá húsnæði á jörðunniðri eitt, en það allt annað að sjá það ofanfrá og allt sem við á að éta í kring. Já, það alveg rétt. Það bara svo myndskeiði sem að Guðrún sýndi okkur daginn með drónanum, sko. Þú sérð allt þessi nálgun. Þú sérð í raun og veru sko, það sem kannski svo frábært, þú getur séð sko, já, skólinn eina beint fyrir aftan, þau þurfi ekki að fara inn í umferðargötu. Það getur verið alveg bara punktur sem að seldi þér húsi. Og þú getur verið sammála þetta? Ég algjörlega sammála þetta, en ég held líka bara, þetta bara eðlileg þróun. Ef þú hugsa bara allt sem að gerast núna, fólk farið að versla miklu meira á netinu. Ég eiginlega fer orðilega ekkert lengur að Laugaveginn eða Kringluna. Ég heima hjá mér, ég sé eitthvað sem líst vel á einhverju heimasíðu og fer í verslunina og kaupi það. Og ég meina, akkur þetta ekki fasteignaviðskipti vera nákvæmlega eins. Fólk vill vera heima hjá sér, það vill sjá allt eignina, ekki bara einhverja mynd eins og segja utan, heldur alla myndir inni, góð lýsing sem að þú skilur og hvernig húsið virkar, allt sem drónamynd sem sést allt fyrir ofan og svo framvegis. Þannig að það búið að mynda sér svolítið mikla skoðun á húsnæðinu, áður en það kemur. Þannig að ég held að þetta sé bara eðlilegt, af því að þetta bara orðið, fólk gerir þessu, markaðurinn að gera þessu kröfu. Það geta séð á netinu. Og maður sé líka sko þessar myndir þar sem bara farið með kvikmyndavél alla íbúðina og maður sér í rauninni bara eins og maður sé á staðnum hvernig húsnæði lítur út. Algjörlega. Þú ert búin að mynda þér svolítið skoða. Áður en þú kemur, já, þetta er hús sem ég vildi skoða. Þannig, en hvað gerist líka? Þá skoðar raunverulega minna. Skoðar færri eignir og hugsaðar áður en þetta var svona vel gert og flott, þá varstu kannski að skoða 20 íbúðir, í dag kannski að skoða 5. Að þú ert búin að sjá raunverulega nákvæmlega, nei, ég ætla ekki að búa þarna. Þessi við hliðina á þetta skipulag virkar ekki fyrir mig. Þú ert búin að sjá teikninguna, þetta er burðaveggur. Og þetta náttúrulega einfaldar kaupin fyrir fólk, þarf að skoða færri fasteignir og auðvitað náttúrulega minna vesen fyrir okkur að vera að sýna fólki einhver eignir sem að henda kannski ekki. Þannig að ég held að þetta er bara framtíðin og þetta er bara að aukast. Og breytir svolítið þessari mynd sko, sem maður hefur lent oft í að sko, það oft tekna svona viðmyndir á stofunni, svo kemur inn og nei, ég er svona lítil. Þetta bara 4 fermetrar. En þetta er líka miklu meina áreiti á seljendur. Það rosa vinna að vera að selja eignina. Þú ert alltaf að vera að taka til og drífa. Þannig ef þú þarft allt í einu bara að taka á móti 7 í staðinn
fyrir 37, getur ímyndað minna álag. En hvað finnst ykkur sko aðeins smá ráð til kaupenda áður en við skiptum yfir í markaðinn sjálfan? Hvað eiga kaupendur að hafa í huga? Sko, við nefndum hérna áðan aðra aðstöðu í hverfinu, búðinni hérna, skólinni hérna, hann bara beint fyrir aftan. Sko, fari ekki allt og margir inn í eitthvað húsnæði og segja, vá hvað þetta er flott, hér verður rómantískt og frægbært að vera án tillits til þess sem er í kring. Jú, í raun og veru og stundum sko, ef þú ert með ofsalega fallega íbúð, semst fallega innréttaða íbúð, þá getur hún í raun og veru selt en húsgögnin ekki fylgja með. Nei. Þannig að þú þarf svolítið að skoða rýmið, en það sem að ég held að sé rosalega gott fyrir fólk að gera, er bara að setjast niður og þarfagreina sig. Þú veist, hver eru mínar frumþarfir og gerir þetta svolítið A, B og C þarfir. A þarfirnar, þú átt 3 börn, en því að þú verður að fá 4 svefnherbergi. Það er ekkert svona, ég get ekki tekið 2. Nei. Og svo eru sko, þú veist, þið hjónin eru þannig vinnu, það er bara erfitt fyrir ykkur að skjótast frá. Þá er mikilvægt að þetta sé staðsett þannig að krakkarnir geti labbað eða það sé þá einhver svona íþróttastræti og einhver svona þjónusta. Þannig þú þarf svolítið að ákveða það fyrst og fara svo að skoða eignir sem að henda þessum kröfum. Ekki vera að skoða bara eignir og reyna svo aðlaga þær að þínum kröfum. Þetta er nefnilega töluvert atriði, finnst mér hafandi búið í mörgum hverfum hér í Reykjavík og víðar að einmitt að þarfagreina sjálfan sig með tillit til barnanna vegna þess að skull er ótrúlegur tímaþjófur. Já, algjörlega. Ég er algjörlega sammálaður og þetta er alveg rétt það sem Ásdís er að segja að þarf að greina sig en auðvitað náttúrulega er það líka alltaf þannig að þetta er samt aldrei fjárfesting fyrir hefðbundið fólk. Þetta er alltaf heimilið. Þannig þú þarft ekki alltaf að koma inn, þú veist, langar mér að búa hér? Er þetta húsið? Jú, skólinn og allt er nálagt. En þannig að auðvitað kemur alveg fyrir að fólk myndi fara lengri burtu bara því það, þú veist, labbar inn og hugsar, eins og ég sem nefndi hérna áður bara, já, hér vill ég búa. Þetta er íbúðin, ég finn það. Þannig að þú veist, það er, þú veist, þetta þarf að gerast, en svo er spurning hvort að eftir ár að það verður ósátt út af því að þetta eru kannski ekki allar þarfirnar sem þið þurftu, þannig að... Já, og svo er annað atriði sem maður verður að hafa í huga, sko, hvernig forgangsraðar maður. Ég til dæmis tók eftir því sjálfum mér þegar ég átti heima einu sinni upp í Grafarvogi að þar var skólinn bara við hliðina á heimilinu og íþróttaaðstaðan hinum einn og þessi atriði skiptir inn í sköpum. Það skiptir miklu minna máli hvar vinnan mín var eða konunnar. Já, algjörlega. Og það er svona atriði sem maður þarf að sko forgangsraða. Já, því að þú veist, það að þú þurfi jafnvel að fara að skutla, sko, það er ákveðin hverfi á höfuðborgarsvæðinu þar sem þú bara hreinlega að skutla börnunum í skólann. Það er svo langt á milli. Þannig að þú ert alltaf inn að fara að eyða, sko, bara hálftíma, klukkutíma á dag bara í að skutla í skólann og svo þarftu að fara að skutla í hérna, íþróttirnar og tómstundirnar og allt þetta. Þú ert kannski að taka bara 2 tíma á dag. Þetta eru 10 klukkutímar á viku. Og þetta er rosalega verðmæti yfir árið, sko. Þetta er heil vinnuvika á mánuði. En fólk oft gleymir þessum atriðum. Já, það gerir það. En svo er náttúrulega líka bara, þú veist, ef þú ert komin út í úthverfi, þá er líka bara spurning ef að barnið er 10 mínútur að keyra í þjóðstund. Eða þú veist, hjóla segir fyrir ekki keyra. 10 ára barn. Er það þá ekki líka bara allt í lagi? Jú. Og þetta er kannski það sem þú hefur, þú veist, ef þú ert náttúrulega í þétt byggðu hverfi, þá ertu svo sem kannski ekkert spennt fyrir því að barnið sé að hjóla í mikilli umferð, en ef þú ert komin í úthverfi þar sem er rólegra og þú ákveður að búa aðeins í burtu þar sem þú ert með sjávarútsýni eða hvernig sem það er, og það er 10 mínútur að fara á milli, þá er líka bara spurning að hafa það þannig. Það sé bara hjóla, því þá ertu í öruggu umhverfi og þú veist, ef þú velur það, en þá aftur á móti er lengra fyrir mammur og pappan að keyra í vinnuna, skilurðu. Skiptum aðeins og gíri í lokin aðeins að huga að markaðnum á þessum lokamínútum þessa viðtals júlímánuður eins og við gattum áðan jafnan svona lélegasti sölumánuðurinn, hægasti, en hvað gerist núna eftir verslunarmannahelgina? Sjáum við fólan fara á sprett? Já, algjörlega. Þetta gerist alltaf. Það sem gerist náttúrulega núna eins og við farið yfir áður, það var náttúrulega fótboltakeppnin. Og hún sett í raun og veru allt svolítið í bara pásu. Það voru rosalega margir sem voru í óvæntu sumarfrí og einhvern veginn, þannig við höfum allavega að tala um það, ég og margir kollega mínir, að hann róaðist rosalega mikið. Þannig júní og júlí voru jafnvel báðir. Já, svo seinni hlutin í júní og júlí voru svo rólegar. Hins vegar, það er eignir sem kom í sölu, þær seldust rosalega vel. Af því það voru svo fáir að keppa við þig. Þannig að það sem að búast við núna og rosalega margir sem er búin að selja er búin að vera mjög stressaðir af því þeim finnst þeir ekki finna neina eignir. Það sem gerist í júlí yfirleitt, það eru fáir kannski sem að nenna að sitja á sölu. Þeir eru bara verið sumarfrí og klára þetta og svo kemur rosa mikið af eignum í ágúst. Þannig að ágúst er yfirleitt alveg bara frábær mánuður.
sammála Guðrún? Já, algjörlega. Svona miðjan ágúst eftir allavega, þú veist, tekur verslunarmannahelgina, vikuna eftir það jafnvel og svo svona fer þetta að fara af stað. En sjáum við verðhækkanir áfram? Þær eru ennþá í gangi. Og en málið bara það alltaf svo fáar sölur af hverju tegund í hverju hverfi. Það svo erfitt að átta sig á því, sko, var þetta bara þessi eina eign sem var rosalega mikið endurnýjuð sem að í raun og veru hækkar meðaltalið. Ef þú bara með 5-6 eignir og ein alveg brjálæðislega góð, þá verður meðaltalið svolítið skakt. Sér þú fram á verðhækkanir framundir næsta vetur? Ég held við sjáum alltaf verðið aðeins mjakast upp, sko. Ég held að verði aldrei í ágúst og allt í einu bara fara allt upp. Svo þetta líka alltaf þannig að þegar umræðan kemur í þjóðfélagið að verð sé að hækka, að þá erum við alltaf með aðeila líka inni sem að bara, heyrðu, verðið mitt búið að hækka, þannig ég ætla að fá 12 milljónir meiri fyrir eignina mína. Þannig að það líka mun gera vissa skekkju. En já, ég held að við munum sjá verðið aðeins fara upp aftan. Bankarnir eru að fullt af peningum, markaðurinn eftir að fara af stað í ágúst. Hlakka til að fá okkur rest, Ásdís og Guðrún, gangi ykkur vel í sölunni í ágústmánuði sem hér handan við hornið. Við ætlum að fara í bílamálin hér eftir skamma stund. Þá skulum við skella okkur upp í bílinn okkar sem þarf að vera öruggt tæki, ekki síst á þessum ástíma þegar allir eru úti að aka. Fjöllum grænmeti innan skamms, en fyrst bílinn. Ólafur K.R. Guðmundsson, sérfræðingur okkar í þeim efnum sestur hérna hjá mér eins og stundum áður. Við viljum að fara yfir nokkra punkta, Óli, varðandi það að keyra út hjá þjóðvegum landsins þessa dagana. Og þú ert með þitt á hreinu. Hvað eigum að hafa fyrst í huga? Nú áður maður fyrir að stað, eins og við fjölluðum áður, að það að aðeins að kíkja yfir bílinn. Það tekur nokkra sekúndur. Ég veit hvort það sé ekki nokkuð gúlpur á dekkjum og hvort að felgurnar sé ekki fastar á og þar með götunum. Hvernig sér maður það? Þú veist, horfir bara á dekkinu, sko, sér hvernig hann stendur á dekkinu, þú veist, einhverja kúlur á því. Aðeins að ýta við og veitum hvort að þá finnum maður hvort að felguboltar séu nokkuð lausir. Eða koma við á dekkjaverkstæði bara að taka aðeins á þessu. Eða með lykli sjálfur. En á maður sko alltaf að pumpa í dekkin til þess að hafa jafnt loft? Já, hafa jafnt í þeim og koma svo við á bensinstöð, það lagt af stað og mæla loftþrýstinginn, miða við hleðsluna og það er tafla annaðhvort inn á bensínlokinu eða inn á hurðarstafnu sem að segja til það hvað þú átt að hafa mikið í dekkjunum miðað við hleðsluna á bílnum. Og það klikkar margir þessu, sko, þeir eru með fullhlaðinn bíl í sumarfríinu, þá ávæntanlega að vera meira í dekkjunum. Já, þá að vera meira í dekkjunum. Þannig að menn þurfa bara að kíkja þessu töflu og mæla áður en fara af stað. Þetta hefur mikið að segja til dæmis eins og með eyðslu. Ef það er of lítið í dekkjunum, þá fyrir að fyrsta þá eyðurum meira þegar meira viðnám og þú slítur dekkjunum hraðar og þannig að það er bara að vera með þessa hluti á hreinu. Nú spenna beltin, það er alltaf verið að segja það, en sumir gera það ekki. Bara skilyrðislaust. Algjörlega, og sama með börn, ef menn eru með börn, að vera með réttu barnabílstólana og binda þetta rétt og stilla höfuðpúðina og allt þetta. Þetta er svona það sem menn gera áður þegar þeir fara af stað. Eitt samt. Og þú sagðir, fyrir ekki, einu sinni sagðir við mig að höfuðpúðarnir eiga að vera í beinni línu frá hvirflinum. Já, þegar þú leggur hendina svona, þá átt að finna fyrir höfuðpúðanum hérna ofan á. Annars virkar það ekki. Annars, já, og getur verið að meiða, þú veist, og það skapar þreytu og annað slíkt og síðan talandi um þreytu, passa svo því að vera ekki að keyra með mjög þreytur, eða nýbúin að vera skemmt að sér eða eitthvað slíkt. Stoppa reglulega ef maður fyrir þreytu. En eitt varðandi áður en maður fara, það er með hleðsluna í bílnum og núna þegar menn eru að fara í ferðalögin Verslunarmannahelgina, að hlaða bílinn rétt. Og það sem skiptir máli þar er að þungurhlutirnir séu neðst. Setja þungurhlutirna neðst eins og gaskúta og svoleiðis búnað. Og helst að tylla þessu við. Það eru hankar til þess að binda í að vera með spotta eða snæri eða teygjur að festa þessum þungu hluti vegna þess að þeir hafa verið að skaða mikið, þú veist, ef menn lendi í óhappi. Og hvernig gerist þetta? Sko, menn þurfa að hemla kannski mjög skyndilega eða ég tala ekki ef þau lenda á einhverjum hörðum hlut, illu heili. Er það bara dæminn þannig að það kastast allt? Það kastast allt fram, þú veist, og líka í veltum ef menn verða fyrir því að velta bílnum eitthvað, þetta fer allt af stað og það að hafa þetta neðst og vera síðan með léttu hlutina, svefnpokana og fatatöskuna og þetta dót
ofan á. Það svona heldur þessu niður og minnkar líkurnar á því að þetta fara af stað. En þessi þyngstu hlutir, endilega bara að setja spurt á þetta og tryggja þetta í þessa hanga sem eru í bílunum og jafnvel þó menn séu með skott og það sé bara bakið á aftursætinu á milli. Sama vegna þess að sætin eru tiltölulega mjúk og þetta fer alltaf stað í skottinu og það getur verið að koma í gegn eða fara í bakið á þeim sem er í aftursætinu. En við förum aðeins yfir þessi atriði þegar kemur að sparakstri. Menn vil ekki vera að eyða of miklu eldsneyti á leiðinni hringinn í kringum landið. Þú talar að halda jöfnum hraða. Það er númer 1, 2 og 3. Halda jöfnum hraða, vera ekki sem er aksturslag margra, vera alltaf svona gefi í og slaka á, gefi í og slaka á. Vera bara með jafnan hraða. Flesti nýju bílar núna eru með svo kallar cruise control eða hraðastilli. Nota hann bara. Já, og á maður að nota cruise controlið upp og niður. Á maður stundum ég að hugsa á ég að nota cruise controlið þegar bílinn er að stíga upp brekkur. Já, cruise controlið er öllum nýri bílum núna, þau bara sjá það sjálf. Já. Þannig að þau bæta sjálfkrafa í og sama ef þú ert að fara niður brekku þá slá þau af og jafnvel hemla og draga ferðin til þess að halda jöfnum hraða. En ég til dæmis oft bara setja hann í hlutlausan og læta hann renna niður brekkur. Er það í lagi? Já, ég myndi nú frekar já, það er í lagi út af fyrir sig, en þá er vélin í lausagangi og er að eyða eldsneyti. Ef þú hins vegar lætur hann renna út í gír, bara í háum gír og lætur hann renna niður brekkunan og eða gíra niður eða þess þarf, eða þá stíga bremsuna, að þegar niður í gír þá er drifrásin að snúa vélinni og þá lokast yfirleitt fyrir eldsneytisrennslið inn á vélina. Öllum nýrri bílum er það þannig að það lokast alveg fyrir eldsneytis inn á vélina ef hann er að renna. Hins vegar ef hann er í lausagangi og þú ert með hann í hlutlausum, þá náttúrulega ertu að eyða eldsneyti í lausagangin. Þannig að það er best að hafa hann í gír? Hafa hann bara í gír og er bara í háum gír og er alltaf með hann í gír og er ekki að láta hann renna. En hins vegar láta hann renna þá í háum gír þegar þannig ber undir, það sem eru brekkar, hafa bara háan gír og láta hann renna. Það er minnsta eyðslan. Já, og kannski eitt líka sem er dálítið algengt núna þessa helgi. Þar menn eru mikið með hjólhýsi og fellihýsi og svoleiðis dót. Hestakerrur og allt. Já, hestakerrur og allt þetta og ég hef verið að keyra dálítið í landinu núna og það er mikið af þessu á ferðinni og þeir keyra gjarnan svolítið hægar heldur en 90 eða þessi almennu umferðarhraði. Endilega þeir sem eru hægfara af einhverjum ástæðum að nota speglana, fylgjast með því sem er gerast fyrir aftan og þegar hægt er að liðka fyrir þeim sem vilja komast fram úr, að vera vakandi fyrir því ef það er að hlaðast upp þess að það býr til pirring hjá hinum og það býr líka til hættu á framanárastrum þegar menn eru að taka fram úr og ef þeir eru orðnir pirraðir þá eru þeir að taka áhættu frekar en ekki, að endilega þeir sem eru hægfara af einhverjum ástæðum að sýna tillitssemi og fylgjast með. Að lokum Ólafur Kári Guðmundsson, sérfræðingur okkar í þessum efnum. Hvernig á ég að halda stýrið? Það eru margar kenningar. Maður á alltaf ekki að vera bara einhver gæi með aðra hönd á stýrið og hérna út úr gluggann. Sumir vilja vera hérna, aðrir vilja vera hérna 10 metri í 2 og það eru margir sem segja að það sé besta stellingin. Já, 10 metri í 2 er klárlega besta stellingin. Er það? Já, en það er annað sem og gott að nefna þetta, sem að menn eru ekki að passa sig nóg á. Það er fjarlægðin frá stýrinu og hvernig afstæðan á stýrinu er. Þetta er gott atriði. Já, og þegar til þess að mæla það, þá áttu að sitta í sætinu og leggja hendurnar svona beinar fram og þá á stýrið, toppurinn á stýrinu, eða 10 metri í 2, að liggja hérna við úlnliðinn. Svo tekur 10 í 2. Þá ertu réttu stöðuna vegna þess að þá ertu með góða hreyfingu á stýrinu. Ef þú ert með það nálættir, þá ertu að rekka olnbogann í og ef þú þarft snögglega að beygja eitthvað svoleiðis, þá er menn að rekka olnbogann í hurðina eða sætið eða eitthvað. Þannig að vera afslappaður í sætinu, höfuðbúðin hérna réttur þannig að þú finnir fyrir því og vera 10-2 en þegar þú ert með handleggina beina að stýrið sé að liggja hérna við úlnliðinn. Mjög gott atriði. Við ætlum að skipta hér yfir í grænmetið eftir skamma stund en næst þegar ég ætla að fá þig þá ætlum við að fjalla dekk. Hvað konar dekk maður á að kaupa á bílinn þegar að fer að hausta? Já, gerum það næst. En yfir í grænmetið. Þá ætlum við að fara yfir í grænmeti sem er að verða kostur æ fleiri Íslendinga á matarborðinu og hjá mér er sest Júlía Sif Ragnarsdóttir á Veganistum sem er fyrirbrigði sem boðar grænmeti í hvert mál. Þú borðar ekki fisk, ekki kjöt, enga mjólkurafurðir. Nei, og engin egg. Og engin egg? Nei. Ekkert sem viðkemur dýraríkinu? Nei. Er þetta, þú ert búin að vera í þessu í 4 ár, er þetta ekkert mál? Þetta er ekkert mál. Þetta er mikið minna mál heldur en fólk heldur og sérstaklega í dag. Það er hægt að fá allt út í búð. Við erum með vegan pítsu í kassa sem þú skellir í ofninn og hamborgara, pulsur, kjúklinganagga. Það er allt til vegan ost, vegan egg. Já. Þetta er bara
minnsta mál í heimi í dag. En hvað þarf maður að hafa í huga þegar maður skipuleggur matarvikuna? Það er náttúrulega á öllum helstu næringarefnum að halda vítamínum og kaloríum og próteini og hvað það allt saman heitir. Hvernig skipuleggur þú þig? Þú fær til dæmis prótein mikið úr baunum. Já, maður þarf auðvitað að passa sig alltaf bara að borða næringaríkt og að borða nóg og vera ekki bara að borða eitthvað rusl út af því. Það er ekkert mál að detta í það líka þó maður sé vegan, að vera alltaf bara að borða eitthvað óhollt. Og það er líka til rusl í veganinu? Já, það er líka til, kannski ekki rusl, en það er líka til svona óhollari matur og sem er minna næringaríkur líka. En ég passa mig alltaf að borða mikið af hollum kolvetnum, hrísgrjónum og grænmeti auðvitað og setja baunir inn í mataræðið mitt, helst á hverjum degi og allavega mjög oft í viku. Og þær eru líka bara svo ótrúlega góðar og næringaríkar. Og já, maður þarf auðvitað bara alltaf að passa sig að borða vel. Hvernig er svona þinn dæmigerði hversdagur? Við skulum tala svo seinna svona þegar þú veitir það virkilega vel, en sko frá morgunmati, hádegismati og yfir kvöldmat, hvað hefur í huga? Sko, ég borða bara rosalega venjulega, bara eins og flestir. Ég er ekki alveg nógu dugleg að vakna snemma og gera mér smoothie eða eitthvað svoleiðis á morgnana, þá borða ég oftast bara sojajógurt með einhverju morgunkorni úti. Og svo í hádegismat borða ég oftast það sem var í kvöldmatinn daginn áður. Það er ýmist bara pastaréttir eða einhverju baunaréttir eða bara, alls konar hakk og spagetti með vegan hakki og bara þessi venjulega heimilismatur eiginlega. Ég er rosalega í honum. Ég er mikið minna í þessu alveg svona rosalega holla, lífræna, þessu mat. Ég er miklu meira bara í þessum venjulega heimilismat, gera hann vegan og það er ekkert mál. Þetta hljómar óskuð venjulegt. Já, þetta er það nefnilega. Þetta er miklu minna öðruvísi heldur en fólk heldur. Og það er allt til þessu. Ég er að fara í grill í kvöld og ég ætla að gera grillspjót með vegan, kjöti sem er eiginlega eins og kjúklingur. Og svo ætla ég örugglega að vera með pulsur líka. Og þetta er minnsta mál í heimi í dag, sko. En það er óttast margir sem er svona gæla við það að skipta yfir í þennan kost að þetta sé fullt til einhæft. Það er fásinna. Já, það er algjörlega bara ekki rétt. Þetta er bara jafn mikið einhæft og að borða allt annað. Vegna þess að þetta er eiginlega bara það sama. Þú getur borðað allt það sama, vegan. En svo getur líka, eins og ég reyni að borða mikið af líka grænmetisréttum sem eru, mjög hollir og eru bara upp í staðinn er grænmeti í. Finnst þér unga fólkið vera að fara svona hugsa meira í þessum efnum í dag? Þetta er ekki að alhæfa allt ungt fólk, en finnur það æ fleiri á þínu reki hugsa í þessa veru? Já, rosalega. Sérstaklega bara síðasta árið. Það er rosalega mikil vitundarvakning í þessum málum. Það er mjög margir að tileinka sér þennan lífsstíl og bara sjá hvað er hægt að gera. Af hverju? Sko, hver er ástæðan? Er fólk bara svona af einhverjum, ég segi ekki trúarástæðum, en er það bara mótið því að neyta kjöts og fisks af einhverjum ástæðum umfram bara bragð og allt það? Já, ég held að það sé rosalega mikið siðfræðislegt. Og það er náttúrulega mjög mikið með tilkomu internetsins og maður sér rosalega mikið á netinu eitthvað svona. Það er, margar síður sem eru að deila myndböndum og deila fróðleik sem maður sér á hverjum einasta degi. Af illri meðferð á dýrum og svo framvegis. Já, og svoleiðis. Og líka bara hvað er annað hægt að gera, hvað er annað hægt að borða og að maður þurfi ekki að neyta þessara afurða endilega. Og svo er það líka bara, held ég, það er alltaf fleiri og fleiri á Íslandi sem eru að tileinka sér þennan lífsstíl og eru að fræða og þetta er eiginlega bara orðið svona miklu viðurkenndara í dag. Það er rosalega auðvelt til dæmis að fara út að borða og fara út í búð og kaupa mat sem var ekki fyrir 4 árum þegar ég byrjaði að vera vegan. Það var eiginlega bara rosalega leiðilegt að fara út að borða á Íslandi. En nú er það bara mjög gaman og það er alltaf að koma eitthvað nýtt og maður er alltaf að smakka eitthvað nýtt og svona. Þeir sem eru harðastir í þessu efnu segja að þetta sé hinn upprunalega hegðun mannsins. Hann hafi hagað sér svona þegar það kemur að mataræði, etið fyrst og fremst grænmeti. Já, það er alveg það sem ég tel vera rétt og fólk er ofta að tala að hellisbúinn hafi lifað á kjöti og það sé upprunalega en maður verður að líta á það að þetta fólk það borðaði ekki kjöt 2-3 á dag.
það lifði aðalega á kolvetnum og það var það fræ og eins og hérna á Íslandi kartöflur og svo hafði það kjöt kannski nokkur sem 2-3 í viku í mestalagi. En annars var þetta það sem var haldið uppi og það sem ég tel vera hollast fyrir líkamann þessi fæða sem við erum þannig séð ætla okkur að borða. Já. Langar þið aldrei í kjöt og fisk? Nei, aldrei. Segðu alveg satt? Já, fyrst þegar ég byrjaði að vera vegan þá einhvern veginn var það var kannski ekki beint að siðfræðislegum ástæðum. Þetta var bara eitthvað sem ég langaði að prófa, Helga var í þessu. Já, systir þín? Já, en svo eftir á þá komu allar ástæður og ég langaði aldrei kjöt bara frá fyrsta degi. Já, takk fyrir. Langaði mig ekkert í kjöt, sko. Já, veganistur, þið systur, þú og Helga, þið haldið út til bloggi og Facebook. Já, og Snapchat og Instagram. Og maður getur bara flett upp á veganistur. Já, það er bara veganistur.is. Og þar getur maður samfast. Já. Og þér líður vel. Já, mjög vel. Gangið vel að borða grænmeti. Takk fyrir. Við skiptum yfir í allt aðra sálma eftir örskamma stund og þá ætlum við að fjalla hjólreiðar sem eru ju líka heilsu bætandi. Mogens Markússon okkar sérfræðingur þegar kemur að stálfákonum. Hjól eru vitaskuld allavega í laginu og menn sem eru komnir á efri ár þekkja vitaskuld þetta lag á hjóli, þetta eru kvennhjól. En stelpur í dag, Mogens, ekkert endilega að taka þetta lag á hjólum, þær eru að taka jafnvel hjól bara með slá. Já, það mörg sem finnst það flottara, allavega hjá yngri kynslóðinni. Já. Og þetta eins og við sjáum hérna bara klassískt götu kvennhjól og við eigum þá samskonar kallhjól. Já, já. Eins og í fjallahjólunum, þar vilja flest allir strákahjól, bæði stelpur og strákar. Já. En það eru jafnvel kallar að taka svona kvennhjól í dag? Já, það læða stundum inn svona eldri menn sem að hvísla manni þeir vilja fá kvennhjól af því að það er auðveldara að stíga í gegnum það. Það er ekki allir sem geta klofað svona eins og við aftur fyrir og það er bara mjög gott, mjög gott. En ef ég ætti 14 ára stelpu í dag þá ætti ég allt eins að kaupa hjól með slá fyrir hana heldur en venjulegt kvennhjól? Ég myndi gera það, já. Nefnum bæði sérstaklega kvennhjól. Og það er engin hætta á ferðum þó að sláin sé nálægt klofinu? Fyrir konu frekar en kalla? Nei, síður en svo. Bara stilla það rétt? Já, eins og við fórum í gegnum áður. Eitt af því mikilvæga við að fjárfesta í hjóli er að láta stilla það rétt þegar maður er ennþá í búðinni. Mogens, þetta er gríðarlega mikið atriði. Hjól eru misjafn að stærð og þetta hjól fyrir slána eins og mig er nokkurn veginn passlegt. Já, við erum búin að... En hvað þarf að gera? Við erum búin að velja hérna fyrir hýbridhjól og ég valdi extra large, út hávaxinn og lappalangur. Og þú þarft að geta lyft hjólinu upp að framan núna allavega 6 cm. Ég get það. Já. Annars er stellið að lenda bara ofan á slanni sem er mjög hættulegt fyrir viðkomandi líkamshluta. Það getur bara mitt sig, sko. Já. Þannig að maður þarf að geta lyft svona upp í klofið, haft rými þar á milli, en svo þegar maður sest á hnakkinn, hvað þarf maður að hafa í huga? Nú segir ég strax að sætið er of lágt. Of lágt? Af því að þú stígur alveg niður í gólf. Já. Þetta er allt. Þetta er fóturinn og boginn og þú þreytast þú hjólar. Já. Og þá þarf að hækka hnakkinn. Já, það er bara svona hraðlæsing og við förum með hann aðeins upp. Já. Og ég sest á, nú er þetta rosalega hátt. Þetta er kannski aðeins svo mikið, en þetta er að koma rétt svolítið á fótum. En er ekki hættan svo að ef hnéð læsist? Já, það má ekki læsast. Það má ekki læsast. Nei, því að þegar þú hjólar með táberginu, að þá verður að vera smá sveigja, það má ekki rétta alveg úr. Já. Og ef ég hef sett hælinn, þá læsist það? Þá réttur úr fætunum, þá er staðan rétt. Og tábergið, ef ég sett þá á fótstíð, þá þarf að vera smá gráða á hnénu. Ekki á mikil. En síðan er þetta að stilla hnakkinn, það er ekki eitthvað sem margir vita ekki um. Já, þetta er ekki alveg búið. Fyrir kannski þann sem er handleggja styttri, að þá er hægt að færa sætið framar, eða þann sem er handleggja langur, það er hægt að færa það aftur. Það er hægt að færa það fram og tilbaka. Margir sem aðtóð það ekki, það er hægt að renna þessu til í sleða. Já. Svo er líka hægt að velta sætinu. Hvernig þá? Fram og aftur? Já, sama skrúfa, losað, fært fram og aftur og svo er þetta að velta því. Og á hverju gerir maður það? Eins og til dæmis, við köllum þetta stráka eða stelpustillingu. Já. Að fyrir kvenfólk þarf maður að hafa hnakkinn beinan eða örlítið niður að framan. Já. Strákar þólan aðeins upp.
einmitt, af eðlilegum ástæðum. Já, og mun eftir að herða vel. Þannig að konur fram eða aðeins niður, Já. Strákar mega vera aðeins upp. Aðeins upp. Og þetta getur náttúrulega skipt sköpum þegar maður er að hjóla. Já, því að við viljum þetta sé þægilegt. Já. Þetta á ekki að vera nein pína. En hnakkurinn hér er harður og mjór. Það er betra að hafa svona þegar maður er að hjóla heldur en til dæmis svona breiða hnakka. Breiður hnakkur hentar alls ekki þessu hjóli eða þessari ásetu. Já. Af því að þú hallar fram og þá myndir, ef það væri breiður hnakkur, þá myndir lærin spyrna hérna í og maður geti jafnvel fengið nuttsár. Á innanverð lærin. Já. En áttu að það tekur alltaf tíma að venjast svona sæti þegar maður er að byrja að hjóla. Já, og eins það á að láta stilla fyrir þessi hjólinn áður en maður fer með út úr búðinni. Að gera, láta fagmenn stilla, allt saman. Þá lokum við heimilinu að sinni við Heiðu María Rúnarsdóttir sem hefur síðan upptöku þáttarins að þessu sinni og við bendum ykkur á að senda ykkur endilega ábendingur efnistök þáttarins og hvað megi betur fara. Við viljum fjalla allt sem kemur að rekstri og viðhaldi heimilisins svo að vel sé. Endilega sendu okkur ábendingar á ser@hringbraut.is. Verið sæl að sinni, heimilið lokast að sinni.